Já, hæ hrútar. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Svona næstu 3 mánuðirnir cirka, eða svona hvað er á næstunni, hvað kemur í spilunum. Og ég var búin að draga þetta spil fyrir ykkur frá Isis Oracles og ég birti svo á Völuspá svarið úr þessu. Þetta er spil sem ég dró fyrir ykkur hérna. Og já, það sem að vera að tala hérna, sko, að já, mætti segja, sko, að þú sért verndaður eða vernduð og úst, það er svona, gæti verið búin að vera að díla við svona eins og mikið neikvæði kringu því og fólk svona eitthvað er að svona koma að þessu svolítið kannski á ykkur, skilur við. Og það er svona, já, kannski ég lesi þetta bara. As a being of light, dark or entity may at times seek to interfere with your spiritual progress. There is nothing to fear and only more awareness of the power of protection of divine love to experience. The Pyramid of Light confirms that energy have been causing interference with your path, and it is now time for that interference to cease completely through love and divine power. Já, mér veist bara svona, já, þeir eru kannski með svona tengst frá svona einsund, eitthvað Egyptalandi eða eitthvað svona sem hafi í ykkur. Þau eru kannski bara eftir að finna þetta sjálf og það er svona kannski, það sem þið hafið, það er eitthvað sem að aðri kannski sækist í og þið sjá svona ykkar spark eða ykkar ljós og svona vilja taka þetta til sín eða eitthvað. En það er eins og bara að segja, þeir eru bara svona verndu fyrir svona utakomandi aðilum og já, þetta nú að segja það bara. Og svo fannst mér þetta líka spil hérna verið svolítið fyrir ykkur hérna, hrútar. Ancient Power Mysteries. The Oracle guides you to honor the power of your voice, whether through spoken or sung words, or through what you write, speak about or stand for symbolically. You have a potentially very powerful healing voice, and you're guided to recognize the responsibility that you have for what you proclaim through your voice. Já. Það er svona, já, eitthvað með röddina ykkar og eitthvað svona, þið eru kannski svolítið svona soothing, með svona þannig rödd einhvern veginn og þið verður, það sem þið segið, þið verður svolítið að passa ykkur hvað þið segið talið frá ykkur, þið hafið svolítið svona power í ykkar, hvað þið segið. Og kannski getur skoðað þetta hérna. Og pási vídeóið, getið lesið þetta svona betur, ég er ekkert alveg sérlega góð í enskunni svona. Og það gæti verið kannski búið að vera svolítið svona, já, fólk að misskilja eða eitthvað svona, misskilja ykkur eða eitthvað svoleiðis sko, eitthvað samtið það. En já, ég ætla að fá stjörnumerki hérna fyrir ykkur. Hrútana, hvað er svona, og ég fæ hérna Bóman, Fíbra, og já, desember líka. Eitthvað samt í jólin kannski, eitthvað sem að vera, eitthvað svona spáspeklar í. Kannski eitthvað varðandi afmæli
eða eitthvað svolítið 12 allavega. Kannski á einhver afmæli eitthvað 12. Það eitthvað samt við það. Og ég sé hérna sko svona aukningu á samskiptum og svona það svona mikið, já, kannski þarf það að vera að vinna við mikið á fólki kannski, gæti verið, eða þá fólk að sækjast í ykkur svona mikið svona samskipti og taka action á næstunni. Og kannski svona eitthvað svona að plana að búa til eitthvað, að gera eitthvað, svona skapa eitthvað. Og það svona ykkar element, að búa til eitthvað. Og svo ætla ég að fá hérna chakra fyrir ykkur, hvað þeir eru að einbeita ykkur á, rútar. Hvað þeir eru að einbeita ykkur á, hvað chakra. Og það sacral chakra. Það já, einmitt að skapa eitthvað, búa til eitthvað og skrifa eitthvað, syngja og getur líka verið sexuality eða svona sacral svolítið þessu svæði sko og svona kynorkan og svona þeir manifesta svolítið í gegnum þetta sko og þau þurfa svolítið kannski fókustra á þetta og þetta náttúrulega appelsínugult eins og bara fire og þetta kannski bara ykkar element sko og kannski gott eitthvað að tengjast ykkur svona með þessu lit getur verið líka. Getur verið eitthvað svona bara kerti eða eitthvað svolítið sko eða eitthvað bara svona. Það náttúrulega að koma Halloween, það tilvalið að nota þennan lit. En já, ég ætla að fá, já, hérna, svo ég með þessi oracle hérna spil og ég ætla að nota, það eru hérna tölur á þessu hérna. Og ég ætla að fá 2 spil og úr því af þessu tölum fáum við englanúmer sem þið getur googlað bara á netinu hvað það þýðir fyrir ykkur og það kemur ekkert alltaf sama fyrir alla, þetta er eitthvað svona fyrir ykkur að heyra. Og þetta er gangs líka. Líka eitthvað log begins. Það er eitthvað að koma inn, kannski hjá sumum, eitthvað, það er svona já, kannski jafnvægi eitthvað sem að, já, með kannski samskipti. Það er hérna 89 ykkar tala, þið fáið hérna númer 8. Og hérna númer 9. Svona tilfinningalega að segja sko, þá verður þið svona meira tengdari sjálfan ykkur á næstunni, myndi ég segja. Og það er svona kannski verið að spá og spekulera með kannski húsnæði. Ég tengi alltaf þetta spil hérna við húsnæði, svona að velja og svona hvað er best fyrir ykkur. Og þið getur verið bara á rosalega góðu staði en þeir eru svona kannski að halda utan um peningana eða og skipuleggja og eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. Fyrir að svona kannski sjá hvað er hægt að gera og þið eru alveg á góðum stað en það er bara eins og þið þurfið samt að vera svolítið skipuleg með hlutina sko. Og það er svona með að sjá hluti og þetta sko. Og sem ég finnst þetta þá er þið bara svolítið svona, já,
óska eftir einhverju, eða þetta getur verið eitthvað sem er komið inn svona sem er að manifesta líka eitthvað sem einhver langar virkilega í. Og það getur verið að koma inn. Einhverju drauma kannski. Kannski er það að dreyma mikið líka. Já, ég ætla að fá þessi hérna líka. Fyrir hrútinn, hvort það sjá væri og vita. Heilandi. Hrútinn. King of Pentacles og Recognition og Conflict. Það er eitthvað, já, það er eitthvað svona kannski þið eru svona í vafa hvernig á að gera hlutina eða eitthvað, það getur komið kannski eitthvað upp á í vinnu eða eitthvað svolítið sko, en að það er svona eins og að, já, þið eru svona að fá í gegn eitthvað, kannski hækkun á launum eða eitthvað, eða það er eitthvað svona að koma inn svona meira peningalega sér sko. En ég sé þetta Five of Swords hérna með líka sko. Og það er svona konflikt, getur verið svona, já, eitthvað svona strögglar. Kannski í vinnunni. En já, ég ætla að fá eitthvað oracle-spilin hérna. Þetta er eitthvað sem ég hef skrifað fyrir lengur. Fyrir ykkur hrútar. Og hvað sem ég hef sjá að heyra að vita. Og eitthvað þau. Eitthvað til 2. Já, þetta er sko. Þetta er kannski eins og ég sagði áðan. Það er að passa hvað þið er að segja og talið og gefa upplýsingar til annarra sko, sem er svolítið að fólk kannski er að nýta sér og tala og það segir hérna skúp og það er skúp eins og ausa. Beware what you say about others and what you do to others. You get it back in the same currency. Gossip could be going on. Það gæti verið eitthvað svona, þið finnst vera eitthvað svona baktalaði eða eitthvað svolítið sko, eða þá kannski ert þú þarna, maður veit það ekki. Og það er hérna kannski þetta konflikt sem að kemur hérna með Five of Swords og þetta er nú náttúrulega með númer 5 og þetta er kannski einhverju breytingar sem þið þurfa að, það er eitthvað svona að breytast með þetta og við erum kannski að sjá í gegnum eitthvað. Og svo kemur hérna líka belt. Númer 2 og relax, don't overdo things, pay attention to your diet. Og það er kannski, hafið kannski verið að ofgera hluti of mikið og kannski ekki alveg verið að hugsa eitthvað sjálf. Og það getur verið líka bara mataræði og það getur verið svo margt bara, þið eru svona að kannski ekki ofgefa eitthvað starf annar staðar. Eða þá bara ofgera í vinnunni, gera of mikið heldur en þið þurfið að gera. Og kannski er mikil ábyrgð á okkur kannski líka. Og þurfið að kannski gera það, en þið þurfið að hugsa svona smá sjálfan ykkur líka. En ég ætla að fá minna meira fyrir næstu 3 mánuði hjá hrútnum. Það er svo sjá að heyra og vita, heilandi, universal beings. Kemur aftur King of Pentacles, security, planning. Það er 2 King of Pentacles. Security og mentor. Já, það er eitthvað svona garantí hjá okkur hrútar.
þið bara rosalega góðum stað og þið eru kannski að detta í svona meiri balans og getur svona að fara að plana, eru svona að plana eitthvað svona fram á við. Getur verið einhver hérna naut með á steingitina hjá okkur, það er ríkjandi pentacles hérna. Og þetta getur verið líka að þið séu svolítið að fá aðstoð frá öðrum líka sem að þið eru kannski að vinna með. Getur verið svolítið svona þannig. Já, ég ætla að fá eitt hérna líka þessu. Komum 15. Fyrir hrútinn. Skorpíó, það er sportdrykki og það er eitthvað hérna varðandi svona stöðuleika, stability og svona fjölskylduna á öllu sko. Það er eitthvað svona breytingar og það er svona, getur verið svona interference á öðrum og það er svona margir svona eitthvað í trénu. Getur verið bara börnin. Eins og sjá hérna, ég er að horfa hérna. Og þetta er eitthvað samt við voru, eitthvað plan kannski. En já, eitthvað kannski getur verið eitthvað samt 15. nóvember, eitthvað plan þá kannski. Eitthvað kemur inn. En það er eins og, já, að það er svona eins og þið hafið svona þurfa að sjá aðra og svona, mikla svona ábyrgð sem er hjá okkur. En það er svona, já, það er svona tvær góðar fréttir og sem maður eftir að gefa svona stöðuleika og eitthvað svona sem er að koma inn á næstunni. Gæti verið líka að vera að pæla í ykkur tvennu. Kannski. En já, við skulum fá hérna meira. Ég ætla að breyta hérna, ég ætla að gera sér fyrir singles, að því ég ætla svona aðeins að sjá svona ástamálin og gera sér fyrir svona þeir sem eru í sambandi. Svo að þetta verði svona svolítið kannski aðeins meira skipulegra. Ég ætla að byrja því að fá svona ástamálin hjá þeim sem eru single. Ég ætla að nota hérna Harry Potter spilið mín. Það getur verið svona aðeins betra fyrir sjálfa mig líka að lesa í spilin sko. En já, þetta fá fyrir hrútinn, hvað er svona að gerast á næstunni á hrútnum. Þeir sem eru single fyrir hrútinn, ástamálunum. Já, það er svona eins og það sem eru single, það er búið að vera svolítið svona óákveðni og hvað að gera og eitthvað svona og vera svolítið að horfa tilbaka eitthvað og gæti verið sko að þurft að velja eitthvað svona milli kannski eða eitthvað sko. Það er mikið pentacles hérna og þetta er eitthvað samt við kannski að getur verið naut með að stengja þetta. Og það er svona eins og á næstunni þá er eins og, já þið eru bara kannski ekki alveg tilbúin að hleypa ykkur inn kannski.
það eitthvað eins og kannski þurfa eitthvað að láta samt við fjármálin eða eitthvað. Það eitthvað svona, kannski yfirkomið eitthvað svona heartbreak eða eitthvað leið sko. Kannski eru búin að vera kannski að díla við eitthvað svona leið. Og eitt í viðbót. Hvað koma næstum fyrir hrútnum fyrir singles? Já. Ég sé þennan gleðigósa. Nei, það ykkur hana. Já, það eftir að koma þarna eitthvað samskipti. Kannski hefur ekki verið eitthvað samskipti á milli ykkar eða það hefur verið að horfa eftir eitthvað. Já. Það að koma inn. Það svo opnist eitthvað fyrir okkur það getur verið eitthvað samskipti þetta á milli eitthvað hérna. Og getur verið svona aðalins sem reyna að finna sér leið til að komast inn eða eitthvað. Og það hérna King of Wands. Já. Þetta getur verið vassmerki hérna. En það allan miklu tilfinningar á milli ykkar. Og það svona kannski í samskiptum ykkur núna eða að koma inn. Og hérna kemur það inn kannski. King of Wands koma inn. Hoppar út. Já, getur verið 3 vikur, 3 dagar. Og eitthvað samt við 3. Það ætla ég bá fyrir það sem í sambandi. Kannski, já, mér fannst eins og þetta sem single eða svona, já, það eitthvað samt manipulation, eitthvað svona, úrst að það svona, það verið svolítið eitthvað svona í gangi. En já, þeir sem í sambandi, hvað gerist í ástamælinu á hrútnum, heilandi, universal being, hvað það sem sjá og vita sem í sambandi. Ég sé hérna allavega parina saman. Það eins og þeir eru náttúrulega í sambandi en það eins og það sem áður var fast, það eins og það sé núna svo meira svona frjálst á milli. Kannski hefur verið svona eitthvað, já, getur verið eitthvað varðandi peninga líka. Og það svona eins og new fresh start að byrja eða eitthvað hlið sko. Og ég fekk allavega hérna par. Það er greinilega svona samband hérna. Og það samt eins og að þið þurfum svona, já, losa eitthvað. Þetta eitthvað varðandi peninga. Þetta eitthvað svona sem að svona, þeir að vinna í kannski saman. Frá meira. Já, það þetta 3 of Cups. Með sambandi. Já, rosa mikið af öðru fólki kring þar og þeir eru með, það svona eins og að sé alltaf eitthvað svona meira með. Það
koma henni hérna gosi svona. Þetta gæti tengst bara einhverju svona barni eða einhverju leið sko. Það svona eins og þú svona verið að draga eitthvað niður eða eitthvað svona konfliktir á milli. Það svona að vera, þú veist, ekki samtaka með hluti, kannski hefur verið eitthvað svoleiðis hjá okkur. En annars bara mjög gott sko. Það bara svona eins og, þú veist, að það svona eins og verið að finna nýja hurðir, kannski að fara að kaupa nýja hurðir eða eitthvað, ég veit það ekki. Eitthvað svona hurð. Eða kannski hafi verið að gera eitthvað alveg eitthvað hurð. En já, en það bara ljómandi gott hérna. Það bara svona smá eitthvað, já, eitthvað svona plan og eitthvað svona dæmi í gangi og það getur verið svona, svona, já, reyna að finna eitthvað hvernig best að gera hlutina. Hvað svoleiðis. Ok, þú ætla að fá þetta eitthvað meira, ég er komin 26. Við að klára þetta hjá okkur. Fyrir húsið. Ég minnst eitthvað þetta er gott. En það er eitthvað sem við erum búin að bíða eftir eitthvað fréttum sem er eftir að koma sem er allt eftir að ganga upp. Og það getur verið þessi eitthvað svona stækka við ykkur eða svona, þetta er svona innan heimilinu eitthvað svona. Gæti verið svona búin að vera eitthvað svona kannski eitthvað svona gossip, svona eitthvað, já svona sem ég heyri af, eitthvað svona varðandi heimilið, getur verið. Sé hérna líka, það er naut hérna. Naut með stengeit. Justice. Four Swords. Já, það er einhver svona fréttir sem heyri eitthvað sem að kemur inn á Pandora box og það er eitthvað svona sem að er búið að vera svona halda frá ykkur eitthvað og það er eitthvað svona það er eitthvað svona eins og það sé að vera að tefja eitthvað og svo sko er þið svona farin að svona sjá í gegnum eitthvað og svona vilja fara að sjá aðeins betur hvað er í gangi og þetta gæti tengst eitthvað samtíð við svona peninga á eitthvað Ten of Pentacles þetta er bara svona stöðuleiki og allt þetta dæmi sko og Devil og það er bara svona ná okkur markmið og það getur verið eitthvað sem samt sko svona eitthvað finnst eins og það sé að vera kannski að taka meira af eitthvað heldur en á að gera þetta verið. Nine of Cups, adjustment. Það er meira fyrir hrútinn. Já. En já, þetta er allan eitthvað svona ákvarðantaka og það finnst það eins og það er svona verið ekki svona verið að gefa ykkur alveg nóg
og skilaboð eða hvað, já, svona eins og að vera eitthvað svona að leyna einhverju og það eitthvað samt, sko, það ber allt í ykkar þáu, þú veist, þið alveg svona góðum stað með hvað þið búin að vera að gera og þið að fá svona, já, svona eitthvað svona viðurkenningu eða það getur verið líka eins og sé verið að setja út á einhverju sem að bara algjörlega óþarfi eða kannski eitthvað svoleiðis sko. En annars þetta alveg allt mjög prýðilegt næstu mánuði hjá okkur. Bara, og það bara svona eins og þið þurfa svona að standa fast á ykkur og vera ákveðin hvað þið viljið. Og það mikið verið að plana, skipuleggja og svona kannski búa til eitthvað og svona koma svo úr einhverju. Og getur verið líka að bara koma svo úr einhverju svona eins og vera fastur einhvers staðar. Það svona, þetta bara góða breytingar framöndan. Og það gæti líka tengst já, ákvörðunartöku samt við dómsmál eða eitthvað svona dæmi líka. En þetta allt sem hægt að vinna úr. Já, ég ætlaði bara, og það svona eins og bara ný byrjun svona framöndan. Ég ætla bara að láta þetta duga. Hjá okkur, hrútar. Bye.